miðnætti í samfélaginu út af COVID-19. Ég býð ykkur velkomin á 300. og 9. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með setta. Fundurinn tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég vil óska eftir í upphafi fundar eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá til að taka inn fundargerð bæjarráðs númer 705 sem var frá því núna fyrir í dag, 25. mars og fundargerð eignaskipunar- og umhverfisnefndar númer 285 sem haldin var 22. mars ásamt deiliskipulagi Eskifjörður miðbær sem var tekið fyrir á þeim fundi, auk tilnefningar fulltrúa Fjarðabyggðar á aðalfundi eða tilkynningum aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga. Og ef enginn hreyfir við því andmælum, og svo virðist ekki vera, þá verða þessar fundargerðir lagðar hér fram til samþykktar. Á dagskrá fundarins í dag eftirfarandi. Það númer 1, ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2020 sem tekið til fyrri umræðu hér í bæjarstjórn. Fundargerðir bæjarráðs númer 702, 703, 704 og 705. Fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 284 og 285. Fundargerðir hafnarstjórnar númer 258 og 259. Fundargerð fræðslunefndar númer 96. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 85. Fundargerð félagsmálanefndar númer 143 og fundargerð framkvæmdar á hjúkrunarheimilina númer 22. Fundargerð barnaverndarnefndar númer 128. Og það eru 4 mál sem verða undir liðnum almenn 5 mál sem verða undir liðnum almenn mál 2 og það jafnlaunastefna endurskoðuð 2021, umhverfis- og loftslagsstefna Fjarðabyggðar sem það tekin fyrir í fyrri umræðu og reglur fjárhagsaðstoð og breyting á deiliskipulagi Eskifjörður miðbær og aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga OHF. Líkt og hefur verið þá notum við spjallið hér til hliðar og óskum eftir því að fá taka til máls og bæjarfulltrúar greiða atkvæði með handauppréttingu. Og einnig bið ég bæjarfulltrúa að hafa slökkt á hljóðinu þegar ekki verið að taka til máls. En þá göngum við til dagskrá og liður 1, það ársreikningur Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2020 sem hér tekinn fyrir fyrri umræðu og bæjarstjórinn mun mæla fyrir ársreikningi. Svo vel. Við kannski taka fram einnig að Snorri Styrkársson, fjármálastjóri, mun sitja þennan lið. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar og embættismenn sem hér eru með á þessum fjarfundi. Við erum komin hingað aftur eftir að hert var á sóttvörnum með skömmum fyrirvara í gær og ég vil byrja að nota tækifærið þó að það tengist nú ekki ársreikningi og þakka starfsmönnum sveitarfélagsins í öllum stofnunum hversu vel þið brugðust við og þessum aðstæður sem kom upp með skömmum fyrirvara og gengið að leysa úr þessu þannig að þetta gæti allt gengið hér frá morgni eða frá miðnætti í gærkvöldi þegar eins og segja veljast við haft einhvern aðdraganda en höfðum hann ekki núna. Það vonandi svo að þetta standi ekki lengi og við fljótlega komumst aftur í svona eitthvað hefðbundnara form. En að því sögðu þá ætti ég nú að fara hér, þetta var nú svona, fekk hér aðeins að koma inn á þetta. En ég ætla nú að mæla fyrir ársreikningi Fjarðabyggðar og stofnana vegna ársins 2020 sem að fara hér til fyrri umræðu í bæjarstjórn í dag. Ársreikningurinn var áritaður hér á fundi klukkan 3 eins og hefðir fyrir vegna kauphallaskyldu af bæjarráði og bæjarstjóra sem hér mæli nú fyrir. Eins og bæjarfulltrúum öllum kunnugt þá skal fjallum hann á 2 fundum bæjarstjórnar samkvæmt sveitarstjórnarlögum og gert ráð fyrir að síðari umræða hann fari fram þann 15. apríl næstkomandi. Eins og kemur fram í fréttatilkynningu sem send hefur nú út vegna fyrri umræðu hér, þá sést styrkur sveitarfélagsins vel í þessum reikningi sem hér lagður fram. Þrátt fyrir að COVID-19 faraldurinn sem skeki hefur íslenskt samfélag eins og heiminn allan í nú rúmlega ár og herti tökin enn í gær, mun koma til að hafa veruleg og hafði veruleg efnahagsleg áhrif á það allt, ónefndu þeim áhrifum sem hann hefur náttúrulega okkur persónulega.
Þegar ljóst var á síðasta ári að hann langvinnur og áhrifin mikil á íslenskt atvinnulíf vegna minnkandi fjárfestingu og atvinnuleysis, samhliða erfiðleikum fyrirtækja í þjónustugreinum og sérstaklega ferðaþjónustu, var það skýrt að íslensk stjórnvöld ætluðu sér að mæta þessum aðstæðum með innspýtingu til að auka viðspyrnu samfélagsins og gera það að verkum, þegar faraldurinn sleppti tökum sínum, að ekki væri hér sviðin jörð vegna hruns efnahagslífsins. Þessu samhliða hvöttu stjórnvöld sveitarfélög í landinu til hins sama til að viðspyrnan næði markmiði sínu. Þannig myndi opinberir aðilar standa vörð efnahagskerfi landsins á þessum erfiðu tímum og gæti þá dregið úr umsvifum sínum þegar atvinnulífið og einkageirinn næði vopnum sínum að nýju. Bæjarstjórn Fjarðabyggðar og nefndir tóku því meðvitað ákvörðun á síðasta ári að auka rekstrarútgjöld og fjárfestingar til að bregðast við þessu ákalli og stöðunni eins og eðlilegt í aðstæðum sem þessum. Áfall eins og þessu var ekki hægt að mæta með niðurskurð og samdrætti eins og oft hefur verið gert þegar efnahagslegar þrengingar eru uppi. Það gerir það bara framlengi niðursveiflur, heldur er nú að sækja fram til að samfélagi endurheimti fyrir styrk sinn hratt. Þær aðgerðir kölluðu því á aukningu rekstrarútgjalda í formi tímabundinna ráðninga, þar sem atvinnuframboð var minna fyrir ungt fólk meðal annars og annar rekstrarkostnaður sem óhjákvæmilega kom til vegna breytinga á stofnunum og starfsemi sveitarfélagsins til þess að aðlaga þær að sóttvörnum og aðlaga möguleika fólks á að vinna í fjarvinnu. En aukning frá upphaflegri fjárhagsáætlun vegna þessa nam 200 milljónum króna. Þá voru fjárfestingar auknar 821 milljón króna frá upphaflegri fjárfestingaráætlun á árinu 2020. Á sama tíma var haldið áfram uppi öflugri þjónustu sveitarfélagsins með fjölskyldur í fyrirrúmi og gætt að félagslegri stöðu þeirra sem að aðstoð þurfti að halda og fjármagn tryggt í þá þætti. Eins og oft hefur áður verið sagt hér á þessum vettvangi, þá byggir Fjarðabyggð á sterkum tekjugrunni vegna öflugs atvinnulífs í sveitarfélaginu sem í formi sjávarútvegs, áliðnaðar og þjónustugreinum, ásamt því að fiskeldi nú í örri uppbyggingu sveitarfélaginu og mun verða ein öflug stoðir enn í okkar samfélagi. Slíkar stoðir gefa þetta í kynna að samfélagið er kraftmikið til framtíðar sem gera mér okkur kleift að mæta aðstæðum svo þessum sem tímabundnar eru og taka áðurnefndar ákvarðanir sem að sjálfsögðu taka í fyrir fjárhag sveitarfélagsins en við metum nauðsynlega til að slá skjaldborg íbúa þess og þeirra stöðu. En lítum aðeins á helstu stærðir í ársreikningi 2020 sem bæjarfulltrúar hafa nú hjá sér. Á heildina litið er rekstrarafkoma Fjarðabyggðar miðað við þær aðstæður sem stefndi í á síðasta ári ásættanlegar vegna aðstæðna í efnahagslífinu. Rekstrarniðurstaða ársins hjá Samstæðu á B-hluta var jákvæð 211 milljónir króna og þar af A-hluta 52 milljónir. En líkur voru á tímabili hún neikvæð. Rekstrarniðurstaðan afskrift á fjármagnsliða hjá Samstæðu eða eins og við köllum sveitarsjóð og fyrirtækjana, B-hluta fyrirtækjana, var jákvæð sem nam 1.521 milljón á árinu. Þar var rekstrarniðurstaðan í A-hlutanum 124 milljónir og að það framlegðin eða EBITDA svo kölluð nam 15,3% á Samstæðunni og rúmlega 2% í A-hluta eða sveitarsjóði. Rekstrarniðurstaða bæði A-hluta og B-hluta tekur þetta mið af því að rafveita Reyðarfjarðar var seld á liðnu ári. Söluverð þeirra eigna nam 598 milljón krónum og eigið fé rafveitunar er því fært til tekna í A-hluta. Bókfærður söluhagnaður veitunar nam 441 milljón. Rekstrartekjur Samstæðunnar námu samtals 8.706 milljónum, en þar af námu rekstrartekjur A-hluta eða sveitarsjóðsins. Ég veit þetta er alveg sérstaklega ruglingslegt þegar við talum A og B, en A er sem svo sagt sveitarsjóður og B-hlutin eru stofnanir, hafnarsjóður, veitur og annað slíkt sem við þekkja. Rekstrartekjur sveitarsjóðs voru 6.072 milljónir. Til samanburðar voru rekstrartekjur þessara Samstæðu 8.401 milljón árið 2019. Rekstrartekjurnar hækkuðu því 2,8% á milli ára. Rekstrargjöld án afskrifta í Samstæðunni námu 7.373 milljónum króna og þar af voru rekstrargjöld A-hluta 5.948 milljónir. Breyting launa, lífeyrisskuldbindinga og launatengdra gjalda í Samstæðunni var til hækkunar sem nam 15,5% eða 682 milljónum króna á milli áranna 19 og 20. Þar af í sveitarsjóði 510 milljónir. Reiknuð lífeyrisskuldbinding þar af leiðandi hækkaði 65 milljónir króna. Annar rekstrarkostnaður Samstæðunnar lækkaði 316 milljónir
á milli áranna 19 og 20 og nam 2.374.000.000 króna á árinu 2020 eða 11,7% milli ára. Fjármagnsgjöld umfram fjármálatekjur í samstæðunni námu því 386 milljónum samanborið við 334 milljónir árið 2019. Fjárfestingarhreyfingar samanlagt í samstæðu AB hluta, sveitarfélaga og fyrirtækja námu samtals 1.567 milljónum króna á árinu 2020 samanborið við 439 milljónir árið áður. Helstu fjárfestingar ársins voru vegna hafnarmannvirkja, skólabygginga, íþróttamannvirkja, gatnagerðar og veituframkvæmda. Skýrist þetta eins og áður sagði, sú hækkun sem þarna er á milli, af ákvörðun flýtingu fjárfestinga sem liði viðspyrnu. Var hér að ræða nauðsynlegar fjárfestingar í húsnæðum og innviðum samfélagsins sem efla muni það til framtíðar litið. Söluverð rekstrarfjármuna námu 730 milljónir króna samanborið við 108 milljónir króna árið 2019. Afborganir langtímalána og leiguskuldbindinga námu 1.248 milljónum á liðnu ári. Lántökur ársins námu 1.468 milljónum króna og hækkaði handbært fé á árinu 48 milljónir og nam 180 milljónum í árslok 2020. Af þessum lánum var eldri lánasamningur fyrir 700 milljónir voru endurfjármagn á árinu með nýjum lengri lánasamningum með betri útlánaprósentu og þannig létt á greiðslubyrði sveitarfélagsins til að auka möguleika þess á fjárfestingum og bregðast við aðstæðum í rekstri. Í árslok voru fjárhagsskilyrði veltufé frá rekstri í nokkur lánasamningum sem eru samanlagt að fjárhæðum 1 milljarður ekki uppfyllt. Sami var við á sínum tíma við lánveitanda sem Íslandsbanki að það þyrfti að vera ákveðið veltufé frá rekstri sem var yfir 15% árlega til þess að forsendur þeirra héldu. Sami hefur nú verið við lánveitanda að lánasamningarnir standi óbreyttir þrátt fyrir þetta og var það auðsótt enda Fjarðabyggð traustur lántaki. En þar sem það samkomulag var gert eftir reikningsskiladag sem 31. desember ár hvert, reyndi nú á ný ákvæði lag ársreikninga og áttu þá lánin vegna þess að ekki var búið að semja kalla eftir þessu samkomulagi fyrir 31. desember, heldur gert núna eftir áramót, áttu þá lánin að færast til skammtímaskulda sem ekki verður raunin eins og áður kom fram. Á grundvelli þessa koma endurskoðun því á framfæri þeim munu árita ársreikningi með fyrirvara þegar til síðar umræðu kemur í samræmi við ákvæði þessara laga en án nokkurs ágreinings að umgjörðina sem slíka. Jafnframt verður horft til þess að þessum ákvæðum verður aflétt af lánasamningunum þar sem þau mun ekki reyna og hefur ekki reynt. Eignir sveitarfélagsins voru í lok árs 2020 samtals að fjárhæð 16.089 milljónir, þar á námu fastafjármunir 14.981 milljón. Heildarskuldir og skuldbindingar námu 10 milljörðum og hækkuðu á milli árum 333 milljónir, langtímaskuldir við lánastofnanir og leiguskuldir námu 5,4 eða 5.450 milljónum, skammtímaskuldir 1.711 milljónum og lífeyrisskuldbindingar og aðrar skuldbindingar námu 2,8 milljörðum rúmum. Eigið fé samstæðu var 6.083 milljónir í árslok 2020, samanborið við 5.872 milljónir í árslok 2019 og breytingin á eigin fé skýrist að rekstrarniðurstöðu ársins. Þetta hér með hef ég mælt fyrir ársreikningi Fjarðabyggðarstofnunar til fyrri umræðu í dag. Takk fyrir forseti. Takk fyrir þetta. Orðið þá laust undir ársreikningi 2021. Það hefur engin... Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ragnar. Takk fyrir, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég ætla nú bara stutt að koma inn á ársreikninginn. Þá fyrst og fremst byrja að þakka starfsfólki Fjarðabyggðar og fjármálastjóra og bæjarstjóra fyrir vinnu sína við framlagningu ársreiknings og greinargóðrar og upplýsandi umræðu og yfirferð á honum. Ég ætla svo sem ekkert að fara mjög ítarlega yfir þetta að öðru leyti en að ársreikningurinn hann staðfestir í rauninni það sem hefur verið sagt hér á undanförnu og ítrekað á þessu kjörtímabili
og eins og kemur vel fram í gögnum málsins að þá eru þarna varúðarmerki og sem sýna að það er nauðsynlegt að bregðast við og við getum ekki haldið áfram óbreyttu. Þetta er í rauninni þróun sem á sér lengri sögu heldur en eingöngu það sem er hægt að skýra með COVID. Við erum einfaldlega að horfa á viðfangsefni sem að snúa að því að framkvæmdir eru að fara langt umfram áætlanir og þá er ég ekki að tala gagnvart viðaukum, heldur bara langt umfram þær áætlanir sem við sjálf höfum sett. Rekstrarkostnaðurinn eykst umfram tekjur og þessi þróun, hún, eins og ég segi, hefur átt sér stað nokkra ára skeið en við samþykkjum það að vísa ársreikningnum til annarrar umræðu og munum taka dýpri umræðu ársreikninginn þar. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Orðið er laust undir ársreikningi 2020 fyrir ekki. Ég ætla aðeins að taka hérna til máls og þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð og fjármálastjóra og öðru starfsfólki fyrir sína vinnu. Og eins og bæjarstjóri kom hérna vel inn á að þá var síðasta ár voru teknar ákvarðanir viðspyrnu og við vitum það meðal allra fulltrúa og það var mikil hækkun á kjarasamningum líka og einnig var verið að bregðast við mikilli viðhaldsþörf sem er líka hjá okkur í samfélaginu og voru þetta ófyrirséð hluti sem voru þar inni. En þetta er ársreikningur og til fyrir umræðu og mikilvægt kannski taka fram að stefnumörk bæjarstjórnar í fjárhagsáætlun 2020, hún tekur ekki sama niðurstaða og er inn á ársreikningi áætlun 2021 og sama niðurstaða ársreikningi 2020. En orðið er laust ársreikninginn. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar að vísa ársreikningi Fjarðabyggðar og stofnana fyrir árið 2020 til síðari umræðu bæjarstjórnar. Þeir sem það samþykkja við salskeið merki. Það er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð bæjarráðs. Ég mun bera fyrst upp fundargerð bæjarráðs nr. 703, 704 og 705 sem eru þá lagðar hér saman til umræðu og afgreiðslu eða enginn veiti því andmælum. En að undanskildinni fundargerð 702 og liðum nr. 2, 3 og 4 í fundargerð 703. Þar sem Ragnar Sigurðsson hefur vakið athygli á vanhæfi sínu í málum sem þar sem snúa rekstri hjúkrunarheimilina, Hildarhlíðar og Uppsala, þar sem hann er starfandi framkvæmdastjóri. Fundargerð þá 702 og þessir liðir í fundargerð 703 verða bornir upp saman sérstaklega til að umræða afgreiðslu hér á eftir og þá mun Ragnar víkja funda með hann. En orðið er laust þá núna fundargerð 703, 704 og 705. Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs beðinn orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar, aðrir til hlýðendur. Bara örfá orð úr fundargerð 704. Þar eru nokkur mál sem mig langar aðeins að koma inn á. Það er liður 4.10 í fundargerð 704 sem er samningur rekstur FabLab, stafrænnar smiðju í Fjarðabyggð. Það er samningur á milli Fjarðabyggðar, Verkmenntaskólans og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins þátttöku í starfsemi stafrænnar smiðju sem er hýst í Verkmenntaskóla Austurlands og þetta verkefni er búið að vera í
hálfgerðu uppnámi núna í langan tíma og aðgengið af FabLabinu hefur verið svona takmarkað og það verið að leysa úr því núna. Þannig að þetta mun stór auka aðgengi okkar nemenda og íbúa að FabLabinu og þetta er mjög mikilvæg nýsköpunarsmiðja og besta mál að þetta sé komið í þennan farveg. Okkar framlagi eru 3 milljónir á ári og ég held að það sé góð nýting á fjármunum að taka þátt í þessu. Næsti liður, númer 11, barnvæn samfélög, samkomulag milli Fjarðabyggðar, UNICEF og félagsmálaráðuneytisins framkvæmd verkefnisins barnvæn samfélög sem snýst innleiðingu á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það er búið að ganga frá samningin þetta og er gott mál. Við höfum verið á þeirri vegferð í auknum mæli hugað að velferð barna á ýmsan hátt. Þar með talið og ekki síst með aukinni snemmtækri íhlutun í málefnum barna og eflingu barnaverndar og félagsþjónustu og fjölskyldusviðsins hjá okkur. Aukinni niðurgreiðslu á skólamáltíðum og fleira og þetta er svona bara enn einn liður á þeirri vegferð og þarna verður þá til áætlun það hvernig við getum gert enn betur í því að innleiða barnasáttmálann. Innifalið í því er ákveðið samráð við börn og ungmenni og tengiliðir inn í allar stofnanir og nefndir hjá okkur. Þannig að þetta er eitthvað sem á að birtast víða í starfsemi sveitarfélagsins. Næsti liður, númer 12, skýrsla Byggðastofnunar samanburð á orkukostnaði heimila. Þetta er náttúrulega sem hefur verið rætt áður. Það sé sú staðreynd að við sem búum hér á köldustu svæðum landsins erum að borga mun hærri orkukostnað heldur en aðrir landsmenn og þó að hafa verið gerðar einhverjar umbætur á þessu og verið hægt eitthvað á þessari þróun þá er þessi aðstöðumunur ennþá mikill og mikið hagsmunamál fyrir okkur og það sé unnið áfram að því að berjast fyrir einhverjum leiðréttingum á þessu. Það er svona, sumum er mjög tíðrætt og hugsa mikið hvaða auðlindir þjóðarinnar séu sameiginlegar en það er auðvitað ekki sama hvaða auðlindir það eru greinilega. Svo ætlaði ég að nefna breytingar á nefndarskipan hjá Fjarðalista. Birta Sæmundsdóttir er að fara í fæðingarorlof frá 1. apríl og hefur óskað eftir leyfi frá störfum og Þorvarður Sigurbjörnsson tekur við af henni sem aðalmaður í fræðslunefnd og Sigurður Borgar Arnaldsson tekur sæti Þorvarðar sem varamaður í nefndinni og Björgvin Valur tekur sæti sem varamaður í menningar- og nýsköpunarnefnd í staðinn fyrir Birtu einnig. Fleira var það ekki í bili. Takk fyrir þetta. Bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar. Aðeins kannski, forseti, þú tökum við alla liði hjúkrunarheimila til umræðu eftir fundargerðar bæjarráðs. Já. Já, þá mun ég koma inn þar. Þannig ég biðst forláts að beða orðið núna og mun biðja að nýju þegar hjúkrunarheimili verða tekin fyrir. Ég ætla að fara við stöðuna þeim málum. Orðið er þá laust fundargerðar bæjarráðs. Magni Þór Harðarson, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri og bæjarfulltrúar aðrir gestir, heyrið þið mér? Já, gott. Mér langar nú bara að nefna lið 3.5 í fundargerð bæjarráðs númer hvað? 703 sennilega, umhverfisstefnuna. Bara fagna því að þetta sé komið áleiðis og hvet ég til dáða til þess að sparka þessu vel af stað. Þetta er metnaðarfullt og flott plagg sem ég held að væri bara mjög gott að koma í gegn sem fyrst. Sýnist þetta vera
afskaplega metnaðarfullt plagg hjá hennu og nefndinni. Takk fyrir þetta. Þá orðið laust undir fundargerðum bæjarráðs. Það hefur enginn beðið orðið. Þannig að þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs til samþykktar að undanskilinni fundargerð 702 og lið 2, 3 og 4 í fundargerð 703. Þeir sem þar samþykkja með svartskeiðmerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá tökum við til umræðu og afgreiðslu fundargerð 702 og lið 2, 3 og 4 fundargerð 703 og ég bið Ragnar að víkja á fund á meðan og Þórður upplýsingafulltrúi mun hleypa inn á fundinn þegar þar að kemur. Þá þá hann Ragnar farinn á fundi. Þannig að þá ber ég upp fundargerð 702 og lið 2, 3 og 4 fundargerð 703 og bæjarstjóri hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og góðir bæjarfulltrúar, aðeins kannski að fá að greina svona frá stöðu mála í tengslum við þessa liði sem þarna eru bókaðir, sem sagt uppsögn okkar á samningum rekstur hjúkrunarheimila Hulduhlíðar og Uppsala. Eins og svo sem ekki farið fram með neinum og menn þekkja á þeir sem á þennan fund hlýða líka og ekki farið fram með neinum í fjölmiðlum þess að það svona deilur, bara kalla það þannig, sem við höfum átt í við heilbrigðisráðuneytið þetta núna á þessum síðustu vikum þess að fresturinn var í útruninni. Við sögðum upp rekstur hjúkrunarheimilina í september síðastliðinn og þá að eftir, við getum sagt áralangt samtal við ráðuneytið og síðan Sjúkratryggingar þá, sem eru þeirra fyrirtæki og heldur þetta rekstur vegna þess að við teljum og höfum talið eins og fleiri sveitarfélögum í Íslandi að rekstur hjúkrunarheimilina sé vanfjármagnaður. Og það sést bara með því að við höfum greitt á síðasta ári 75 milljónir með rekstri þeirra og höfum greitt núna það sem afur þessi ári 8 milljónir á mánuði með rekstrinum. Erum við samt þó bara að sinna honum eftir því forskrift sem á ráðuneytinu kemur, þeirri greining og þörf sem þar undir, hjúkrunarþörf og mannaflsþörf. Það verið gert, starfsfólki hefur gert þetta miklum myndabrag, hefði eflaust þurft fleiri til en við höfum samt ekki náð endum saman með þessum rekstri. Þegar við svo, og menn þekkja og hafa farið hér áður fram umræðum á bæjarstjórnarfundi hvernig svo sem þessi ferill hefur gengið, það var ekki fyrir í janúar sem fengum samtal við Sjúkratryggingar að undangengnum bréfaskriftum okkar hálfu til svo ósk eftir að viðræðurnar hæfust. Við fengum bara að það væri móttekið erindi okkar á sínum tíma uppsögnin þegar við sendum hann inn í september. Hún tæki gildi 1. apríl næstkomandi. Síðan náttúrulega var tekin svo ákvörðun að auglýsa eftir rekstraraðilum sem Sjúkratryggingar gerðu. Það sýndi þessu engin áhuga, þessu rekstri sem kom okkur verulega óvart. Það sem var búið, eða kannski ekki okkur óvart, það lítur að okkur með öllum öðrum óvart sem töldum við varum ekki að reka þetta nógu vel. Og þá í framhaldinu málið komið til heilbrigðisráðuneytisins og heilbrigðisráðuneytið tilkynnt okkur 3. mars síðastliðinn að Heilbrigðisstofnun Austurlands tæki við rekstrinum. Við í sjálfu sér teljum að það sé skynsamleg leið. Heilbrigðisstofnun Austurlands rekur fyrir 90 hjúkrunarrými á Austurlandi og þekkir hann rekstur vel og mun geta tekið við honum og sinnt honum á nokkurs vafa. En leið var okkur tilkynnt að það þyrfti að fara í gang mikill ferill sem fæli sig við að segja starfsfólkinu okkar upp. En við höfum spurt að því í þessu ferli hvort þess væri ekki tryggð í samskiptum við Sjúkratryggingar og það átti að vera að það gengi náttúrulega það væri bara með tryggða stöðu sem gagnvart þeim sem við rekstrinum tæki. Fjarðabyggð hafnaði þess algjörlega og Vestmannaeyjar bara Ríka sem á sama stað og við. Hann einnig búinn að segja upp sínu samningi og á að skila honum og Heilbrigðisstofnun Suðurlands mun taka við honum. Við þessi 2 sveitarfélög fylgst að í þessum umræðum og komið saman þar fram. Við tjáðum að þetta væri ekki nokkurn hátt boðleg, fyrst en það var ekki boðleg vinnubrögðilegt og við værum ekki til umræðum þetta.
Svo í framhaldinu ákváðum við að framlengja samning okkar eða fresta uppsögn okkar 1 mánuð til 1. maí, bæði til þess að geta greitt úr þessu máli og jafnframt líka gert Heilbrigðisstofnun Austurlands og það betur kleift að taka við rekstrinum að þeir hefðu þá meiri aðdraganda að því. Síðan hafa átt sér stað bæði viðtöl eða samtöl við ráðuneytið og fundarhöld við heilbrigðisráðuneytið og eins við velferðarnefnd Alþingis þar sem við óskum eftir að hún skærist í leikinn ef af yrði að það myndi ekki takast að leysa úr þessu máli því við töldum það sjálfgefið að lögum aðilaskipti myndi gilda eins og hefur gert eins og til dæmis þegar málefni fatlaðra fóru frá ríki til sveitarfélaga þá tókum við starfsmönnum þess málaflokks sem kom yfir með sín réttindi og skyldur til okkar. Þetta hefur því miður gengið á ýmsu í þessum umræðum og kannski menn vilja meina hafi verið of jákvæðar áðan hjá Ríkisútvarpinu en í gær á fundi með heilbrigðisráðuneytinu var skýrt frá því að það lægi fyrir af hálfu ráðherra að starfsfólkið myndi að þess að reksturinn færi yfir til Heilbrigðisstofnunar Austurlands með starfsfólki sem flyttist þá yfir með sínu réttindi að undan skildum framkvæmdastjóra sem væri þá okkar megin eftir og við svo sem höfum áður sagt að við teljum að það sé eðlilegt. Eftir á móti ýmislegt eftir í þessum viðræðum. Þetta var gott að fá og þetta var ákveðin svona léttir að heyra þetta af því að þetta hefur verið eitthvað markmiðum okkar. Þetta gæti gerst, þessi aðilaskipti rekstursins gerðust sem með minnstum mun fyrir íbúa náttúrulega heimilana og starfsfólki sem hefur sinnt þar störfum sínum af mikilli trúmennsku í gegnum árin. En eftir náttúrulega eftir að ganga frá ýmsum þáttum í kringum þetta allt saman og við erum ennþá í slíkum viðræðum áttum eiga fund með ráðuneytinu í dag en það frestaði þeim fundi til morguns en það sem áttir að fara yfir ýmis mál sem tengjast fjárhagslega aðskilnaðinum milli okkar ráðuneytisins, orlofsskuldbindingum og fleira. Við þurfum líka að það sé allt inn í þessu samkomulagi þannig að það sé engir lausir endar þannig að eflaust nú eitthvað eftir í land en mér taldi alltaf ástæðu til þess að fagna því þó að þessum lið væri þó lokið þó að aðrir væru sem ekki eru kannski neitt minni sig. Þannig að vonandi fer þetta nú að skýrast og verða klárt. Við viljum ljúka þessu núna fyrir páskana þannig að þetta geti farið að ganga sinn eðlilega gang í þessum efnum og þessi mikilvæga þjónusta sem hér heimi héraðis sé tryggð á þann hátt að hún sé áfram rekin með þeim brag sem hún á að vera rekin með eins og við höfum gert. Þannig að þetta svona staðan í dag. Svo ég dragi nú hvorki úr jákvæðni í fréttaflutningi áðan, né þá vil ég líka koma því fram bara ýmislegt eftir órætt og vonandi verður það nú farið nú að ganga svona eðlilega. Það var ekki fleira forseti. Þetta. Orðið laust þessa fundargerð og þessa leiði fundargerð 703. Ég ætla aðeins að koma hérna inn á og þetta mál sambandi við uppsögnarsamningnum. Þetta bara mjög sérstakt mál og þar sem bara hefur þetta gengið mjög hægt eins og bæjarstjóri fór vel yfir málið og mikið vonbrigði sem hafa verið í öllum þessum samskiptum þá við heilbrigðisráðuneytið og sjúkratryggingar og þetta var ekki boðleg bara vinnubrögð í garð starfsfólks og heimilisfólks á þessum hjúkrunarheimilum. Þetta fólk sem hefur staðið vaktina með heimsfaraldri og með prýði og mikið álag og hér eru líka helst að tala kvennastörf og þetta var vont að fá þessa umræðu. Einnig vil ég bara tala og bara hæla þessu góða samstarfi sem hefur verið á milli sveitarfélaga, Fjarðabyggðar og Vestmannaeyjabæ ásamt sveitarfélaginu Hornafirði og Akureyrarbæ. Og að lokum vil ég þakka velferðarnefnd Alþingis fyrir góð viðbrögð og góðan stuðning og skilning á þessu máli. Það ekki fleira frá mér í bili, en orðið laust. Það hefur enginn beðið orðið, þannig að þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs númer 702 og liði
Númer 2, 3 og 4 í fundargerð 703 upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja þessar skeiðmerki. Það þá samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá má Ragnar Sigurðsson koma inn á fundinn aftur. Forseti, Já. bara til uppsinga að Rúnar Gunnarsson bæjarfulltrúi þurfti að víkja fundi af persónulegum ástæðum, þannig að að lét mig vita, þannig að ég búinn að láta merkja hann út í fundargerð frá þessu lið. Bæjarfulltrúi heldur þá utan það. Þá erum við komin í fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 284 og 285 sem eru lagðar saman til umræðu og afgreiðslu ef enginn veitir því andmælum. Og sem ég ætlaði bara aðeins að koma inn á í þeim fundargerðum og bara vekja athygli á að það mikið verið að afgreiða lóðarumsóknir og byggingarleyfi sem við höfum rætt áður sem mjög ánægjulegt og bara vonum að það raungerist svo í framkvæmd. Einnig, og við tökum það fyrir undir almenn mála eftir deiliskipulagsskipun Miðbær. En annar var það ekki á svo stöddu, en orðið laust fundargerðir eignaskipulag- og umhverfisnefndar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerðir eignaskipulag- og umhverfisnefndar númer 284 og 285 upp til samþykktar þeir sem það samþykkja. Það samþykkt með öllum 8 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerðir hafnarstjórnar númer 258 og 259 sem verður þá bornar upp saman til umræðu og afgreiðslu ef enginn veitir því andmælum. Og Sigurður Ólafsson formaður hafnarstjórnar hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langaði fyrst að koma inn á nokkur mál í fundargerð 259. Það það fyrst stækkun á smábátahöfninni á Fáskrúðsfirði. Þetta þetta ekki beint kannski stækkun á höfninni, heldur ætlum að bæta við viðleguplassi. Þetta vegna aukinna umsvifa í tengslum við laxeldi og snýst að byggja nýjan viðlegukant úr timbri og þetta ekki dýr eða stór framkvæmd en eitthvað sem skiptir verulegu máli. Það eins stefnt að því að bæta aðstöðu í smábátahöfninni á Norðfirði. Þar kom eitt vandræði síðast þegar það gerði slæmt veður vegna þess að flotbryggjur voru ekki alveg nógu góðar fyrir alla bátana þar, þannig að það var að bæta við það bryggjum og bæta aðstöðuna þannig að þetta verði öruggara í stórmiðrum. Og svo það mál númer 4 sem að snýst móttöku á sorpi á hafnarsvæðum. Og það í gangi vinna þar til þess að tryggja það að við getum tekið á móti flokkuðu sorpi úr skipum sem allra best, þannig að menn sjái hag sinn í því að skila flokkuðu sorpu í land og að þetta passi saman, þar að segja flokkun borð í skipum og móttaka á sorpi hjá okkur. Þetta eitthvað sem mikil vitundavakning og stóru útgerðarfélögin okkar eru mjög áhugasöm að ná auknum árangri í því að skila flokkuðu sorpi á land og ná utan þau mál. Þannig að þetta ákaflega jákvætt mál held ég. Fleira var það ekki. Takk fyrir þetta. Orðið laust þá fundargerðir hafnarstjórnar. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég þær þessar fundargerðir upp til samþykktar, sem sagt fundargerð hafnarstjórnar númer 258 og 259 og þeir sem þar samþykkja við þessar skeiðmerki. Það samþykkt með öllum 8 greiddum atkvæðum. Næst á dagskrá fundargerð fræðslunefndar númer 96. Orðið laust. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar fundargerð fræðslunefndar númer 96 og þeir sem það samþykkja vinsæla skeiðmerki.
Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næsta dagskrá fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 85. Orðið laust þá fundargerð. Pálína Margeirsdóttir formaður hefur ekki beðið orðið, kjörsvel. Já, forseti bæjarstjóri og góða fundarmenn. Mér langar kannski bara aðeins að koma inn á þennan lið. Við í íþrótta- og tómstundanefnd erum sem sagt að taka, hvað maður að segja, samtalið við formenn alla íþróttafélagana í Fjarðabyggð. Við byrjum á því sem við köllum meginfélögin og ég held að þetta sé bara mjög nauðsynlegt og hefðum kannski betur byrjað á þessu fyrr. Það að sjá einhverja sameiginlega fleti sem að geta kannski orðið til þess að auka samstarf á milli og fá svolítið að sjá hvað þau eru að hugsa, hver þeirra framtíðarsýn. Og við sem sagt byrjuðum á Austra og Þrótti og svo í næst tökum við Leikni og Val og endum síðan á Stöðvarfirði og þá kemur Hrafnkill Freyskoði til okkar líka. Þannig ég vona að þetta skil okkur bara meiri samvinnu og verðið til góðs. Takk. Takk fyrir þetta, en orðið þá laust íþrótta- og tómstundanefnd. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 85 eftir samþykktar þess sem hann samþykkja við salskeiðið merki. Hún samþykkt með 8 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð félagsmálanefndar númer 143 og eins og áður hefur komið fram þá hefur Ragnar Sigurðsson vakið athygli á vanhæfi sínu í málum sem snúa að rekstri hjúkrunarheimilanna og mun víkja á fundi undir liðum 1, 2 og 3 undir fundargerð félagsmálanefndar sem verða bornar upp saman í sérstakri umræðu og afgreiðslu hér á eftir. Og þá mun Ragnar víkja að funda með hann. En orðið er þá laust fundargerð félagsmálanefndar númer 143. Bíddu nú við, Ragnar var hans fljótur á sig núna. Biðja upplýsinga fulltrúa að hleypa honum aftur inn á fundinn. Ragnar kominn inn og þú varst aðeins á fljótur, Ragnar, að fara að víkja á fundi. En orðið þá laust núna fundargerð félagsmálanefndar fyrir utan lið 1, 2 og 3 í fundargerðinni. Og já, orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð félagsmálanefndar númer 143 fyrir utan lið 1, 2 og 3 upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja við salskeiðið merki. Hann samþykktur með öllum greiddum atkvæðum. Þá bið ég Ragnar að víkja á fundi. Og þá erum við komin í lið 1, 2 og 3 í fundargerð félagsmálanefndar sem er tekin til umræðu og afgreiðslu. Það liður 1 ársreikningur Huldurliðar 2020, liður 2 ársreikningur Uppsala 2020 og liður 3 framkvæmdaráð fundargerð framkvæmdaráð hjúkrunarheimilanna sem verður svo tekin fyrir á sér lið á eftir. En orðið er laust þessa liði. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég upp lið 1, 2 og 3 í fundargerð félagsmálanefndar númer 143 eftir samþykktar þess að það samþykkja við salskeiðið merki. Og það er samþykkt með 7 greiddum atkvæðum. Ragnar mun áfram víkja fundi vegna vanhæfis á sínum störfum og við mun vegna afgreiðslu fundargerðar framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilanna. Þannig að þá ber ég upp þá er það næsta dagskrá fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilanna númer 22 og orðið er laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilanna númer 22 upp til samþykktar. Þeir sem hafa samþykkið við salskeiðið merki er samþykkt með 7 greiddum atkvæðum. Þá má
hleypa Ragnari Sigurðssyni aftur inn á fundinn. Það Ragnar mættur og þá tökum við fyrir næsta dagskrá fundargerð barnaverndarnefndar númer 128. Orðið laust þá fundargerð. Það engin beðið orðið og þá ber ég fundargerð barnaverndarnefndar 128 upp til samþykktar þeir sem það samþykkja við þessa skilmerki. Samþykkt með 8 greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál 2 og þar á dagskrá er jafnlaunastefna endurskoðuð 2021 til síðari umræðu og ég mun mæla fyrir endurskoðaðri stefnu sem hér lögð fram. En jafnlaunakerfi Fjarðabyggðar sífellt í þróun en árlega ber að endurskoða kerfið að hluta eða í heild. Fjarðabyggð öðlaðist jafnlaunavottun í febrúar 2020 og komið að viðhaldsvottun. Uppfæra þarf jafnlaunastefnu Fjarðabyggðar þar sem lög númer 150/2020 jafna stöðu og jafna rétt kynjanna komu í staðinn fyrir lög númer 10/2008 jafna stöðu og jafna rétt kvenna og karla. Jafnframt var ábyrgðaraðila vegna innleiðingar og viðhaldi jafnlaunakerfisins í samræmi við staðalinn IST 85/2012 breytt úr bæjarritara í mannustjóra. Texti lagfærður þannig að stefnt að óútskýrður launamunur verði aldrei meiri en 3,5% og ávallt sem mest 0%. Orðið laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég þennan lið upp til samþykktar hér í síðari umræðu endurskoðaðri launastefnu 2021. Þeir sem það samþykkja þessar skilmerki. Það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin umhverfis- og loftslagsstefna Fjarðabyggðar sem hefur lögð fram til fyrri umræðu hér í bæjarstjórn. Breytingar og með þeim breytingum sem fyrir liggja sem snúa aðallega að orðalags- og áherslubreytingum. Bæjarráð fól bæjarstjóra og bæjarritara að vinna frekar að breytingum á stefnunni með vísan til umræðuna á fundi þeirra og vil ég hvetja bæjarfulltrúa að rýna vel í stefnuna milli umræðna og það mikilvægt að kjörnir skoði þetta mál vel og komi ábendingar athugasemdir ef eitthvað eru. En stefnan hefur farið til allra nefnda til umsagna og meðferðar og einnig til almennings og hagaðila, til íbúa og í sveitarfélaginu. En orðið laust. Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri beðið orðið. Já, forseti og góða bæjarfulltrúar, bara aðeins til þess að fylgja eftir eins og komið fram þá fór umhverfis- og loftslagsstefna náttúrulega gefin frá eignar skipulags- og umhverfisnefnd sem fagnefndin og hefur verið að vinna með stefnu ásamt sínum starfsmönnum. Fór svo til umfjöllunar í öllum nefndum sveitarfélagsins eins og vaninn með stefnur almennt. Og þaðan svo inn til bæjarráðs, þar urðu töluvert umræður og eins og kom fram í máli forseta þá var mér og bæjarritara falið að fara svona yfir svona áherslur í henni og samræma það svo sem öðrum áherslum annað slíkt, þetta svona eins og maður segir, það verður svona ákveðin frágangur á líka, þannig að við erum ekki að taka hana efnislega til þannig heldur verið að fara svona að og aðlaga að þeim tímamörkum sem bæjarráð taldi að væru hentug. Á síðasta fundi bæjarráðs kom einmitt aðeins í tengslu við innleiðingu kerfa að við hefðum svona rýmri tímamörk í innleiðingu kerfa eins og grænni skrifa og fleira sem við eigum töluvert í land með að fara í gegnum og við erum að taka það fyrir inn í minnisblaði núna á milli umræðna og að horfa á það þá þannig að minnisblaðið sem þá mun koma eða sem uppfært minnisblað mun koma milli umræðna byggt á náttúrulega grundvelli umræðan í bæjarráði og jafnframt á umræðna hér þannig að það sé komin sæmileg og góð sátt um það því að þetta er náttúrulega pólitísk stefna á bæjarstjórnar og mjög mikilvægt að hún sé sammála hana í heild sinni og markmið og annað telji þau ásættanleg og viðráðanleg fyrir okkur til þess að gera gott samfélag betra. En ég vil bara koma þessu á framfæri að það svona minnisblaðið mun verða uppfært svo milli umræðna
til þess að taka hér í síðar umræðu fyrir. Það var ekki fleira. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust lið 16, umhverfis- og loftslagsstefnu Fjarðabyggðar. Það hefur enginn beðið orðið. Þá ber ég upp til samþykktar að vísa umhverfis- og loftslagsstefnu Fjarðabyggðar til síðari umræðu í bæjarstjórn. Þeir sem það samþykkja við þessar skjöfmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 17, reglur fjárhagsaðstoð 2021 og ég mun mæla fyrir þessum lið. En sveitarfélögum er skylt samkvæmt lögum félagsþjónustu sveitarfélaga númer 40/1991 með síðari breytingum að veita fjárhagsaðstoð til framfærslu einstaklinga og fjölskyldna sem ekki geta sér úr sínum farborða án aðstoðar. Hluti þeirra sem fá greidda fjárhagsaðstoð er ekki vinnufær. Hér er einkum verið að ræða fólk sem á ekki rétt á öðrum félagslegum greiðslum eða réttur til þeirra er skertur eða útrunninn. Markmið laga félagsþjónustu sveitarfélaga er að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og skal það meðal annars gert með því að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Við framkvæmd félagsþjónustunnar skal þess gætt að hvetja einstaklinginn til ábyrgðar á sjálfum sér og öðrum, virða sjálfsákvörðunarrétt hans og styrkja hann til sjálfshjálpar. Við lagabreytingu sem tók gildi haustið 2018 er meðal annars lögð áhersla á að sköpuð sé skilyrði til að einstaklingurinn geti tekið virka þátt í samfélaginu á eigin forsendum. Taka breytingarnar á reglunum núna mið af þessum lagabreytingum. En orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið, þá ber ég upp til samþykktar reglur fjárhagsaðstoð 2021 og þeir sem það samþykkja þessar skjöfmerki. Og það er samþykkt með 6 atkvæðum. Einhver er á móti? Er setja hjá? Spyrir fulltrúar sjálfstæðismenn, þið samþykkt þessu eða? Þetta er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 18, deiliskipulag Eskibrunn miðbær, breyting Lamberarbraut, Viskata og ný lóð. Og ég mun mæla fyrir þessum breytingu deiliskipulagsins sem var vísað frá eignarskipulags- og umhverfisnefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar. Auglýsingatími vegna breytinga deiliskipulagsins Eskifjörður miðbær er liðinn og 2 athugasemdir bárust. Lögð var einnig fram umsögn sviðsstjóra umhverfis- og skipulagssviðs vegna athugasemda, dagsett 19. mars 2021, ásamt umsögnum frá Veðurstofu, lögreglunni, Minjastofnun Íslands og Haust, þar liggja einnig fyrir án athugasemda. Eignarskipulags- og umhverfisnefnd samþykkti fyrir sitt leyti breytingar deiliskipulagsins, Eskifjörður miðbær og vísa því hér til endanlegrar afgreiðslu í bæjarstjórn. Orðið er laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið, þannig að þá ber ég upp lið 18 til samþykktar í bæjarstjórn, deiliskipulag Eskifjörður miðbær, breyting Lamberarbraut, Viskata og ný lóð. Þeir sem það samþykkja við sem skeiðmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 19, aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga OHF, 27. mars 2020. Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri mun fara með umboð Fjarðabyggðar á aðalfundinum sem verður fram morgun föstudaginn klukkan 15:30 í fjarfundi. Bæjarfulltrúar sem þess óska geta setið þennan fund og mun þá fá skrá sig og fá viðkomandi mun fá hlekk inn á fundin. En orðið er laust þennan lið. En þá ber ég þennan lið upp til samþykktar þeir sem hann samþykkja sem skrifið merki, samþykkt með öllu breytum atkvæði. Þá er dagskrá fundarins tæmd og það verður næst boðað til bæjarstjórnarfundar með dagskrá og sá fundur verður 15. apríl næstkomandi.